þá er það tófaran í Jósefsdal. Þetta var 5. og seinasta keppnin til Íslandsmeistara, haldin af Jeppaklúbbi Reykjavíkur. Þetta er atvinnumennska og það er fullt af mönnum sem eru búin að lifa á okkur keppendum í mörg ár. Það er tími til komin að það breytist. Ertu eitthvað búin að undirbúa þig fyrir þessa keppni? Já. Ég er búinn að stunda jóga og svona. Það ætlaði svoleiðis að standa við sig. Það var alveg klárt. Þetta er það mesta, sko. Ég held að það gerist ekki betur en þetta. Það er bara þögn. En hann fekk líka alveg þvílík klöpp og fagnaðarlæti. Og það er náttúrulega alveg ótrúlegt, myndi ég eiginlega segja, að hann hafi sloppið bara lifandi úr þessu. Og það er náttúrulega öryggisbúnaðurinn. 1, 2 og 3, öryggisbúnaðurinn, þeir verðast þola bara hvað sem er þessi bílar, þetta í dag. Já, og mennirnir líka, má ég eiginlega segja. Já. En það náttúrulega verður að hafa allt í 100% lagi og ef ekki 200. Þetta er allt tjekkað fyrir keppnir og tryggt að allt sé í lagi, þannig að það kemst enginn að staðnum að vera með þetta alveg 200% í lagi. Þannig að það er enginn sem fleppur. Nei. Þetta er rosalegt að sjá þetta. Þetta er bara, ég skil þetta ekki, svo stendur hann bara upp. Og þið getur rétt ímyndað ykkur höggkraftin. Það mætti halda að Batman væri með vangi. Það er engu líkara. Hann tekur svona útsýnisflug. Já. Þetta er alveg ótrúlegt. Ef Stulli myndi snúða þetta keppnina, ef þessi góla hefði ekki verið þannig, þá hefði hann endað upp á. Hann hefði aldrei farið aftur fyrir sig. Nei, farið brautina bara, veist það er. Það hefur alveg hreinar línur. Já. Það er vindurinn, hann getur verið erfiður. Já. Það verið lagið að vera meðvindur. Eins og sjáið. Stígur hann upp úr bara og veivar í áhörundur. Og þvílík fagnaðarlæti, þetta var alveg ótrúlegt. Þetta var öðruvísi. Og eina sem að, sko, þegar ég var þarna uppi, sko, svona hátt upp, þá var ég að spá í hvað þeir eru langt niður, maður. Og þegar ég sá hérna, þeir eru að koma niður hérna, sko, þá vissi ég á þessu, maður. En hitt var svolítið rosalega að vera þarna hátt upp. Ég horfði bara hérna yfir allt saman. Ég ætla að það er aldrei að lenda. Nei, hvað fór ég hátt upp? Þú fórst alveg þó nokkra metra upp, maður. Þetta var ótrúlega fallegt fremst fall hjá þér. Langflott. Ég held ekki við 1000 fyrir þessa braut. Á kinnina? 1000 koss. Ertu alveg ómeiddur? Já, ég er aðeins hérna í öxlinni eitthvað smottir í. Það þurfti að nikja á mér aðeins. Ragnar, hvað var það sem klikkaði hjá þér? Það brotnaði sjálfstýring. Ertu búinn að gera við þetta? Þú ert tilbúinn í næstu? Já. Þið voru ansi fljótir að skipta, er ekki rosalega pressa þetta bila svona? Jú, við erum einhverjum fáið núna, við erum bara 3. Já, þú ert vanlega með fleiri? Já, við erum svona 5 yfirleitt. Einhver aðra tæk! Hvað er þetta næsturinn? Hérna er algjör laxinu. Þannig í bakkan endan. Segðu mér, hvað fær svona gæja til þess að vera í svona sporti? Nú er þetta alveg gífurlega erfitt og tímafrekt. Hvað er það sem keyrir þig áfram? Ég veit ekki, það er bara eitthvað þörf, adrenalín þörf. Þú fæst aldrei leið á bíló hérna í barnæsku? Nei, ég er ekki með bílandöldu, það er nefnilega miskilningur. Það er misskilningur? Algjörlega, ég veit það að óvenjulegur akstur höfðar til mín, sem sagt hraðakstur, akstur utan vega, sem sagt vel að merkja svona akstur, ekki venjulegur göldvakt, þannig leiðilegur. Þú ert rosalega hreinn sætur. Er það ekki? Jú. Hvernig fór þetta? Þetta var gott, ég hitti á allt sem ég þurfti að hitta á. Hitti liðin og þegar ég fór honum í puttinn þá hélt ég fyrir augun svo að glerun er ekki skítug. Svo ég segi eitthvað eftir það og svo hitti ég akkurat á hana þannig að hann var ekki þörfum. Og ég held ég bara að hitta á síðasta puttinn líka. Þetta er ótrúlegt, hann prjónar hérna. Það er enda með stæl þvílík tilþrif. Hann er að klára þetta? Já, það er 1.04.